Þá eru það lýsingarorðin. Lýsingarorð eru fjölbreytt. Þau eru til í 4 föllum: nefnifalli, þolfalli, þágufalli og eignarfalli. Þau eru til í eintölu og fleirtölu. 1 hestur, 2 hestar eru eintala og fleirtala nafnorða. 1 stór hestur, 2 stórir hestar. Þið þurfa að geta greint fall og tölu lýsingarorða. Þið þurfa að þekkja kyn lýsingarorðana. Þau eru til í karlkyni, kvenkyni og hvorugkyni. Grænn bíll, græn húfa, grænt epli. Þið þurfið að vita að lýsingarorð geta verið hliðstæð og sérstæð. Ef þau eru hliðstæð þá standa þau með einhverju nafnorði og þrengja merkinguna, eins og þetta er svartur hundur, þau standa fyrir framan hund og lýsa hvernig hundur þetta er. Eða stóri rauði lampinn, hann eru 2 lýsingarorð að lýsa sama lampanum. En þau geta líka verið sérstæð og þá standa þau bara ein, eins og komdu hérna væni, hún sagði satt. Þarna er væni að lýsa einhverjum en hann er ekki nefndur í setningunni, þannig að lýsingarorðið er sérstætt. Og hún sagði satt, það er ekki sagt hvað það var sem hún sagði satt, þannig að það fylgir ekki setningunni, en þetta er samt lýsingarorð. Því þetta lýsir því sem hún sagði og væni lýsir þeim sem er talað við. Þau geta beygst sterkt og veikt alveg eins og nafnorð og meiri sé að það er sama regla það hvort þetta er veik eða sterk beyging, það sést á eignarfallinu. En það er aldrei merkilegt að sama lýsingarorði getur verið sterkt eða veikt beygt, það fer bara eftir samhenginu. Þannig er það ekki í nafnorðunum, það er ekki sama orðið sem er með sterk og veika beygingu, annarkvort fallbeygist orðið svona eða hinsegin, en samhengi ræður. Sterk beyging er til dæmis þegar þú segir hér er sterkur hestur sterkan hest frá sterkum hesti til sterks hests, og þetta er sterk beyging vegna þess að eignarfallið endar á samhljóði. Og veik beyging er þetta er sterki hesturinn minn sterka hestinn frá sterka hestinum til sterka hestsins, og þetta er veik beyging vegna þess að eignarfallið endar á sérhljóði og þið takið eftir því að aukaföllin eru öll eins, sterka, sterka, sterka. Þau stigbreytast og þau geta stigbreyst reglulega eða óreglulega. Regluleg stigbreyting er það sem öll börn læra fyrst, það er eins og glaður, glaðari, glaðastur, stór, stærri, stærstur, blautur, blautari, blautastur. Þarna er orðið, það er sami stofninn alltaf, það er sami stofninn í orðinu, og það bætist bara aftan á glaðari, glaðastur, stærri, stærstur, blautur, blautari, blautastur. Og það skiptir ekki máli þó að það breytist eitthvað orðaröðin eða hljóðin aðeins inn í orðinu. Stafröðin segi ég. Óregluleg beyging, stigbreyting lýsingarorða er eins og góður, betri, bestur. Hér bara kemur nýtt orð í miðstigi og efstastigi. Góður og betri og bestur, þetta eru gjörsamlega ólík orð og þess vegna er þetta óregluleg stigbreyting.